Í þessum hluta komið að því að þjálfa aukhreyfingar, hraða og lesskilning. Áherslan á að auka flæði og hraða með því að auðvelda nemandanum að hreyfa augun frá vinstri til hægri á stighækkandi hraða. Margir krakkar lesa sér ekki til skemmtunar. Markmið okkar hér ekki síst að auka áhuga barnsins á lestri, að kynna fyrir þeim spennandi efni. Ævar Þór Benediktsson, eða Ævar vísindamaður, leggur til úrval af sínum frábæru og margverðlaunuðu bókum sem forlagið hefur gefið út. Einnig leggur Menntamálastofnun til skemmtilega bækur í léttari kantinum sem Jón Guðmundsson skrifaði, svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Úrvalið eykst svo með tímanum. Við mælum eindregið með því að þið fylgið þessum æfingum eftir með því að útvega ykkur viðkomandi bók í bókabúð eða á bókasafni og halda lestrinum áfram. Þá tilganginu náð og það segin saga að barnið tekur stökk í lestri þegar það fer að lesa sér til skemmtunar. Hvert æfingaborð nú með meiri texta en áður eða það bil eina blaðsíður bók og því ágætt að miða við 3 til 5 umferðir daglega. Borðin tengjast því efnislega. En nánar æfinguna. Í þessum hluta birti setning eða málsgrein á skjánum. Nemandinn les frá vinstri til hægri. Markmiðið eins og áður að þjálfa aukhreyfingar, hraða og lesskilning. Til að auka áhrifamátt æfingarinnar litast textin upp eins og í karaoke. Hraðin stillanlegur og mælist til þess að byrja sér hægt, en borðið lesið aftur og aftur á stighækkandi hraða. Byrjið á hraða sem nemandi ræður vel við en auki svo jafnt og þétt. Textin litast upp svo það auðvelt að sjá og heyra hvernig nemandunum gengur að fylgja eftir textanum. Hvert borð getur tekið nokkra daga ef því að skipta. Látið árangurinn og gæðin ráða för. Góða skemmtun!